sem fundargerð forsætisnefndar frá 1. apríl. Þar undir annar liður breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar vegna lengd bókana fyrri umræða. Fundargerð forsætisnefndar frá 5. apríl, fundargerð mannréttindaráðs frá 22. mars, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 14. og 29. mars, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 17. mars, fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 21. mars og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. og 30. mars. Borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti og ágæta borgarstjórn. Á fundi forsætisnefndar 1. apríl síðastliðinn undir lið 3 var lögð fram bókun varðandi óundirbúnar fyrirspurnir til borgarstjóra. Og ég ætla að fá að lesa sérstaka bókun frá mér varðandi þetta mál því að ég hef ákveðið að draga stuðning minn við bókuna sem var lögð fram á þeim fundi tilbaka. Ég ætla að fá að lesa þetta hér upp. Sérstakt bókun fulltrúa Framsóknar og Flugvallarvina. Brýnt að hafa nægan tíma til að rýna vel í orðalag og efni bókana áður en þeir eru lagðar fram, þannig að nægur tími gefist til þess að skoða vel allar hliðar viðkomandi mála. Þegar drög að umræddri bókun voru lögð fram á fundi forsætisnefndar 1. apríl 2016 vannst því miður ekki tími til þess sem leiddi til þess að ég gerði þau mistök að taka undir bókunina sem ég að loknum fundi taldi rangt hjá mér að hafa gert. Framsókn og Flugvallarvinir styðja við opna stjórnsýslu og gagnsæi í hvívetna og óundirbúnar fyrirspurnir til borgarstjóra gætu orðið til opnari umræðu á fundum borgarstjórnar og gætu því verið til góðs og stutt við opna stjórnsýslu og gagnsæi. Því dreg ég stuðning Framsóknar og Flugvallarvina við fyrrnefndri bókun frá 1. apríl síðastliðinn tilbaka. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langaði til þess að fjalla aðeins þessa samþykkt sem verið að leggja til breytingu á. Þarna hefur verið að koma til móts við athugasemdir úttektarnefndar borgarstjórnar sem að skilaði fyrir löngu síðan athugasemd það að hvergi væri kveðið á lengd bókana í samþykktum borgarstjórnar. Eftir ítarlega yfirlegu og mikið samtala þá hefur forsætisnefnd komist að niðurstöðu það að við skulum miða við 200 orð, að bókanir fari alla jafna ekki umfram 200 orð í alveg sama hvort að það er borgarstjórn, fagráð eða önnur ráð og nefndir borgarinnar. Ég held að þetta sé ágætis niðurstaða, þarna stendur alla jafna og getum auðvitað tekið tillit til þess ef einhver mikil eða ítarleg mál sem að þarf að gera grein fyrir, en alla jafna ætti þetta að duga. Ég langaði bara til þess að segja frá þessu hér. Við borgarfulltrúar hafa kannski ekki lesið þetta í þaula, en þetta er sem sagt hér í fyrri umræðu og við munum samþykkja þetta endanlega á næsta fundi vonandi. Það er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Fundur forsætisnefndar 1. apríl hann var færður til með frekar stuttum fyrirvara. Ég hafði reiknað með honum frá 10:30 eða 11 eins og oftast hefur verið og hafði gert ráðstafanir til að geta setið hann, en ég hafði hins vegar gert allt aðrar ráðstafanir með hádegið, en fundurinn var einmitt fluttur inn í hádegið. Og þannig vildi til að þessi fyrirvara var stuttur að enginn af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins gat setið þennan fund. Og þó við séum nú einungis áheyrnarfulltrúar þarna, þá höfum við nú
eitthvað að segja og getum lagt fram bókanir og sagt frá okkar afstöðu. Ég hefði til dæmis vilja geta tjáða mig mjög okkar afstöðu til afgreiðslu forsætisnefndar á tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins óundirbúnar fyrirspurnir í upphafi borgarstjórnarfundar. Borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran gerði hér grein fyrir afstöðu Framsóknarflugvallavinna til þess og þakka ég henni kærlega fyrir það. Það kom í ljós að hún hafði ekki haft tækifæri til að kynna sér málið nógu vel og það bara auðvitað eðlilegt að endurskoða þá sína afstöðu til svona máls. En þetta nefnilega mjög mikilvægt mál og mér finnst niðurstaða forsætisnefndar að í rauninni vísa þessu frá með þessum hætti, mér finnst hún ekki góð. Ég held nefnilega að við hefðum átt að leyfa okkur það að prófa þetta að minnsta kosti og forsætisnefnd hefði átt að taka undir það að við myndum gera þetta til reynslu. Þannig að nú hefur forsætisnefnd afgreitt þetta en ég geri athugasemd við það að svona stórt mál að það skuli ekki mega bíða á milli funda þegar ljóst að engin fulltrúi frá Sjálfstæðisflokknum gat setið þennan fund. En ég geri athugasemd við það að forsætisnefnd skuli hafa afgreitt þetta akkúrat á þeim fundi þegar engin fulltrúi frá okkur. Mér finnst það ekki gott. Mér finnst það ekki góð vinnubrögð. Og kannski verður það til þess að við útfærum þessa tillögu nánar og komum með hana aftur til þess að fá frekari umfjöllun hana vegna þess að ég algjörlega sannfærður það að þetta góð tillaga og við eigum að leyfa okkur að prófa þetta. Það verður borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næsta mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla nú bara að hafa þetta stutt. Ég held að allir hér inni geti verið sammála það að þetta svolítið skrítinn dagur og allir svona smá slegnir og maður finnur að svona tempóð almennt hérna inni svona 70% einhvern lægra heldur en almennt sem kannski eitthvað sem við ættum að gera oftar, ég veit það ekki. Það eitthvað allir svo yfirvegaðir og ágættir hérna. Ég ætlaði hins vegar að fá örstutt að koma og fá aðeins að tjá mig þessa tillögu sem bara hafnað í forsætisnefnd. Ég geri orð borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar félaga míns líka að mínum. Mér finnst þetta kannski svona snaggaraleg afgreiðsla án þess að hafa verið nokkur vilji til þess að skoða þetta einhvern veginn betur eða ræða einhverjar aðrar útfærslur eða jafnvel prófa einu sinni eða tvisvar þó var ekki nema til annars. Ég ætla nú kannski ekki að fara aftur yfir allar þær forsendur og svona þau rök sem að ég kom með fram með þessari tillögu fyrir rúmlega ári síðan þegar ég fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins kom fram með þessa tillögu. En það svona má kannski, maður getur gískað á að einhverju haldi þetta sé eingöngu til þess gert að geta einhvern veginn vegið að einhverjum úr launsátri, að svona geta stillt einhverjum uppi vegg eða komið einhverjum í klandur með að spurjað einhverju og viðkomandi hafi bara 20 sekúndur til að svara eða eitthvað slíkt. Það var ekki tilgangurinn með þessari tillögu, alls ekki. Og við tókum einmitt fram í umræðunum á sínum tíma að auðvitað væri sjálfsagt að ef til dæmis að vera að spurja einhverja spurninga eða slíkt sem að til dæmis borgarstjóri eða aðrir hefði bara ekki svörin á reiðum höndum við, sem algjörlega eðlilegt í stóru kerfi eins og Reykjavíkurborg að þá að sjálfsögðu var alveg hægt að hafa fyrirkomulagið þannig að vera sjálfsagt að bera virðingu fyrir því, en það yrði þá kannski þeim spurningum svara á næsta fundi og svo framvegis. Tilgangurinn hins vegar svona, aðalega tvenns konar. Það annars vegar þetta að tilgangurinn með því að við stöndum hérna í þessum sal að vera þessi opna málstofa gagnvart almenningi og fjölmiðlum. Það sé svona einhver svona innsýn og svona algjörlega millilega laus skoðanaskipti og ákvarðanir og annað slíkt. Við vitum öll að reglurnar í kringum þessa fundi eru ekkert frábærlega vel til þess fallnar að við sinnum því hlutverki okkar. Fundirnir eru of langir og ekki síst eru ræðuheimildir allt og víðtækar. Þannig að
almenningur og fjölmiðlar að sitja og hlusta í 8 klukkutíma eða svo og jafnvel það eitt mál kannski 2 klukkutímar og ræður viðkomandi borgarfulltrúa oft kannski samanlagt í hálftíma, jafnvel 40 mínútur, það bara of mikið. Þá eru aðalpunktar umræðarnar, aðalskoðanaskiptin, aðalbitbeinin, þau bara hverfa, þau tínast. Og enda hefur þróunin verið pínu þannig, sko, eða ég held að ég sé ekki einum að finna stað, að í rauninni hefur þróunin verið svo að sko, við tölum hérna, en það sem við rífumst á Facebook það sem fer í fjölmiðla. Það það sem almenningur og fjölmiðlar sjá mest af, því þar eru svona bein, milliliðalaus, snörp skoðanaskipti sem þessi salur á að sinna en gerir ekki. Annað sem mér þótti mikilvægt varðandi þessa tillögu að það gefur minni hlutanum þau tækifæri sem meiri hlutin hefur alla jafna með að setja mál á dagskrá þegar eitthvað óvænt kemur upp á. Eins og við sjáum hér í dag að það fljótskipast veður í lofti í pólitíkinu og alls konar getur gerst. Og það algjörlega rétt að það þó til heimild til þess að taka inn mál með afbrigðum og slíkt, en sá réttur de facto einungis hjá meirihlutanum í rauninni. Þannig að ef maður tekur svona tæknilegt prinsip approach á það, að þá þetta líka tæki þá fyrir minnihlutan að geta brugðist við snaggarlega án þess að fá fyrir því blessun þeirra sem hér stýra. En eins og ég segi, ég tel enn að þessi tillaga hafi verið þessu starfi okkar hér til bóta. Ég held að það hefur margt skert á bæði svona okkar skoðanaskiptum og það hefur verið milliliðalaus og einfaldari boðleið til almennings og fjölmiðla og það sem bara okkar hlutverk. Ég tel að þetta hefur verið réttarbót eða svona fyrir minnihlutann að fá þarna tæki til þess að ef eitthvað kemur upp á og þá hafa hann rétt á að geta spurt út í það þó að það sé ekki hægt að finna í einum fundagerðum eða öðrum dagskrárliðum. Þannig að ég bara að lokum þá ætla ég að leyfa mér að segja að mér þykir mjög leiðilegt að forsætisnefnd hafi afgreitt þetta svona snaggaralega án þess að þetta hafi ekki einu sinni verið reynt eða þetta hafi ekki í rauninni ekki einu sinni verið rætt eða skoða hvort það var einhver stemning fyrir einhvers konar annarri útfærslu eða eitthvað slíkt. En eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson kom inn á þá kannski skoðum við bara í framhaldinu hvort við höfum einhverja lausnir með það en hvort við getum fundið einhvers konar annan snúninga á þessu sem að hugnast meirihlutanum betur því að ég held að einhver skref í þessa átt væru hér til bóta. Takk. Það borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla nú bara að koma upp og óska Hildi Sverrisdóttur til hamingju með það að vera búin að taka sæti í borgarstjórn sem borgarfulltrúi. Ég fagna því. Kristín Soffía Jónsdóttir lokið að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. All right. Þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nú taka undir hamingjuóskirnar sem að Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi fór hér með, bjóða Hildi Sverrisdóttir formlega velkomna hér á þennan vettvang sem aðalborgarfulltrúa og að því sögðu skulum við takast á. Það nefnilega þannig að ef við byrjum á því sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hélt hér fram áðan að fundur forsætisnefndar hafi verið færður til með tiltölulega stuttum fyrirvara, að þá var sá tilflutningur vegna námskeiðs sem að Samband íslenskra sveitarfélaga stóð fyrir og öllum borgarfulltrúum var boðið að vera á, meðal annars borgarfulltrúi Halldóri Halldórssoni sem einmitt formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og hélt þetta námskeið. Honum hefði því átt að vera fullkunnugt það að við hefðum ekki getað haldið fund á þessum tíma. Hann vissi það með margra daga fyrirvara og hefði einfaldlega og auðveldlega geta fengið einhvern af þeim 8 borgarfulltrúum sem hafa seturétt á fundum forsætisnefndar til þess að koma þar inn. Það að 8 borgarfulltrúar hafi ekki séð sér fært að mæta á fund forsætisnefndar umhugsunarefni. Vegna þess að fundurinn var aðeins færður til 1 klukkutíma. Það að við eigum að
mögulega að fara að breyta dagskrá og fundum fastanefnda borgarinnar eftir því hvort að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sjá sér fært að mæta þar eða senda fyrir sig varamenn. Það er eitthvað sem ég get ekki tekið undir. Við verðum bara að takast á við þá dagskrá sem að liggur fyrir í fastanefndum og borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins ber auðvitað að senda fulltrúa inn á fundi fastanefnda, alveg sama á hvaða tímum það er. Fundurinn var boðaður með löglegum hætti og þar með ber okkur að mæta og sinna okkar skyldum. Jæja, það að færum okkur yfir það sem að þau í rauninni bæðu héldu fram borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Halldór Halldórsson og Hildur Sverrisdóttir, að þetta hafi verið snaggaraleg afgreiðsla og það hafi ekki verið áhugi fyrir að ræða ólíkar útfærslur á þessu eða fara yfir þetta eða spjalla þetta á nokkurn hátt, og þá er það rangt. Þvert á móti hefur þessi tillaga, það hafa bara fáar tillögur fengið jafn ítarlega umfjöllun í fagráði eða fastanefnd borgarinnar heldur en einmitt þessi tillaga. Hún fékk svo mikla umfjöllun að hún tók lungann úr starfsdegi forsætisnefndar þar sem við fengum Helga Bernódusson, skrifstofustjóra Alþingis, til þess að fara yfir það með hvað hætti þessar fyrirspurnir væru á þingi. Við ræddum það með hvaða hætti við ættum þá að taka þetta inn og eftir þessa löngu umræðu, eftir langa umræðu á fundi forsætisnefndar, eftir það og sennilega tvisvar, ég man það ekki alveg, en allavega var það á allmörgum fundum forsætisnefndar sem við ræddum þessa tillögu, ólíkar útfærslur á henni og hvort að við segjum einhvern flut á því að bæta starf borgarstjórnar með tilkomu þessara nýju tillögu, þá komumst við einmitt að þeirri niðurstöðu að þetta eins vel og þetta á við í þinginu þar sem að þingmenn hafa mjög takmörkuð áhrif á dagskrá þingfunda, þá á þetta ekki við í borgarstjórn. Í borgarstjórn er það þannig og það er rangt sem borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir heldur hér fram að afbrigði séu eitthvað sem að meirihlutinn geti notað. Meirihluti borgarstjórnar þó svo hann sé rúmur hér í dag með 9 borgarfulltrúum gegn 6 í minnihluta, þá getur meirihluti borgarstjórnar ekki sett mál á dagskrá með afbrigðum nema borgarfulltrúar minnihlutans samþykki það líka. Vegna þess að það þarf aukinn meirihluta til þess að setja mál á dagskrá með afbrigðum sem sé 2/3 hluta borgarfulltrúa eða 10 talsins. Það gerir það að verkum að þetta er ekki tæki meirihlutans. Afbrigði standa okkur til boða, við eigum og geta leitað afbrigða til þess að setja mál á dagskrá ef eitthvað óvænt kemur upp og þessi fundur er aldeilis gott dæmi um það. Þar sem að allir borgarfulltrúar voru sammála að við þyrftum að taka ákveðið mál til umfjöllunar sem okkur grunaði ekki að yrði jafn stórt og raunbarð vitni á föstudaginn þegar dagskrá var send út. Þetta getum við gert á hverjum einasta fundi. Ég vona samt að tíðindi undanfarinnar viku sé ekki að verða einhverju hversdagslegu og við getum haldið áfram að skipuleggja fundi okkar fram í tíman, en þetta er alltaf hægt. Það er algjör grundvallamunur á starfi og aðstöðu borgarfulltrúa annars vegar og þingmanna hins vegar. Borgarfulltrúar það geta allir borgarfulltrúar sett allt sem að þeim dettur í hug á dagskrá borgarstjórnar svo fremi sem það tengist málefnum borgarinnar með einhverjum hætti. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gætu þess vegna sett á dagskrá borgarmál til umræðu. Og svo gætu þeir spurt borgarstjóra út í það sem þeim sýnist eða einhvern annan borgarfulltrúa. Það er ekkert mál. Borgarfulltrúar þurfa ekki breytingu á samþykktum til þess að koma hérna með fyrirspurnir inn á þennan vettvang. Við getum spurt hvert annað öll þau mál sem að tengjast borgarkerfinu eða undir eða við núverandi samþykkt. Það er bara þannig. Við getum sett hvað sem er á dagskrá og þess utan, ef við setjum ekki mál á dagskrá á föstudegi fyrir borgarstjórnarfund, þá liggja fyrir fundargerðir allra fagráða og það hefur verið mjög rúmt túlkað hvernig fólk getur notað fundargerðir til þess að ræða afmörkuð mál og stundum er þess að þannig sumum þykir nóg en það hefur aldrei verið gerð athugasemd við það þegar einhver hefur spurt út í fundargerðir og farið jafnvel aðeins út fyrir efnið. Þannig að borgarfulltrúar, svo ég segi það, borgarfulltrúar hafa fullan rétt á því að spyrja hér borgarstjóra út í nánast hvað sem er, svo fremi sem að það tengist starfsemi borgarinnar og það að fara að samþykkja eitthvað svona eða gera einhverjar tilraunir með það hefði ekki bætt neinu við fundarsköp borgarstjórnar eða aðstöðu borgarfulltrúa til þess að setja mál á dagskrá, spyrja fyrir aðra eða auka umræðuna hér í þessum sal. Þvert á móti hefði þetta orðið til þess að við færum einhvern veginn að afmarka fyrirspurnir á einum stað og tækjum svo einhvers konar annars konar umræðu undir öðrum liðum sem að ég get ekki séð að skipti neinu máli að gera nokkrum manni gagn. Þess vegna vorum við ekki tilbúin til þess að samþykkja þetta.
Og það að tala að þetta sé eitthvað meiri hluta og minni hluta mál eins og sumir hafa að þetta sé eitthvað sem að gera það að verkum að minni hlutin hafi ekki möguleika á að koma málum á dagskrá eða spurja eða hafa áhrif, það rangt. Sjálf hef ég verið lungan úr mínum pólitíska ferli í minni hluta og ég sem vitandi hvernig svo aðstæða var hefði ekki kosið að samþykkja þetta þá. Ég hvet borgarfulltrúa minnihlutans til þess að vera aðeins frumlegri í því hvernig núverandi samþykkt má nota, setja mál á dagskrá og spyrja bæði borgarstjóra og okkur hin út í þau mál sem að borgarfulltrúa minnihlutans vilja fá upplýsingar Það þeim fullkomlega heimilt við núverandi aðstæður. Það borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Það 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Fyrirvarinn var náttúrulega ágæti borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Fyrirvarinn var náttúrulega enginn. Hann var 1 eða 2 sólarhringar og það bara þannig að fólk bara upptekið, það með sína dagskrá og okkur tókst ekki að manna þennan fund eins og ég sagði hér áðan. Ef að við þyrftum alltaf að taka tillit til þess hvenær samband íslenskra sveitarfélaga eða aðrir eru með fundi, námskeið eða slíkt, þá værum við aldrei á fundum forsætisnefndar. Það alltaf nægt að velja. Samband sveitarfélaga var reyndar með mjög merkilegt námskeið, málþing og námskeið kynjahlutföll, kynjajafnrétti og þann mikilvæga málaflokk. En engu að síður hafði ég gert ráð fyrir því að forsætisnefnd héldi sínum fundartíma. Þannig að því að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir nefndi fundi forsætisnefndar með Helga Bernódussyni fyrirkomulagið á Alþingi, þá var það nú til þess að ég sannfærist það að við ættum að gera þetta hérna. Við ættum að gera þetta. Þingmenn hafa fleiri en eina, fleiri en 2, þeir hafa minnst að kosti 3 leiðir til þess að einmitt að ræða svona mál nánast utan dagskrár, taka upp þau mál sem þeir vilja ræða. Þannig ég sannfærist algjörlega að við ættum að gera þetta. Þannig og borgarfulltrúin sagði hér áðan svona bara í lokin að við getum tekið til dæmis upp einhvern lið sem heitir borgarmál og þar getum við bara spurt hvað sem En það hefur nú frekar verið í þá áttina af hálfu forseta borgarstjórnar, Sóleyjar Tómasdóttir, og hún hefur frekar viljað skýra hlutina, koma þeim í fast form. Til dæmis erum við að samþykkja hér á þessum fundi að bókanir skuli að meðaltali ekki vera lengri en 200 orð. En eigum við svo að búa til lið sem heitir borgarmál og þar má allt vera opið. Nú, gott og vel. Við kannski látum á það reyna og prófum það, en það svona ekki í samræmi við þá stefnu sem mér hefur fundist vera af hálfu forseta borgarstjórnar og hér í forsætisnefndinni. Það borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég held að allt sé sagt sem þarf að segja þennan fundartíma og það hvort að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sáu sig fært að mæta eða ekki hitt. Varðandi það hvort að hægt að búa til einhvern lið sem heitir borgarmál, það alls ekki það sem ég var að leggja til. Ég var að leggja það til að borgarfulltrúar settu bara þau mál á dagskrá sem að þeir kærðu sig að ræða og þeir liðir geta heitið hvað sem Það bara hægt að setja borgarmál á dagskrá á einum fundi og samgöngumál á dagskrá á öðrum fundi og sundlaugamál á dagskrá á 3. fundinu. Við getum sett hvað sem á dagskrá. Og það sem að borgarfulltrúinn talaði hér áðan vísaði það að Helgi Bernódusson hafi sagt frá því að þingmenn hafi 1, 2 eða 3 og jafnvel 4 möguleika á því að ræða málefni líðandi stundar undir þessum fyrirspurnarleið. Þá ítreka ég það sem ég hef sagt áður að þetta þeirra eina leið til þess að ræða málefni líðandi stundar vegna þess að þeir hafa ekki möguleika á að setja önnur mál á dagskrá. Það hafa borgarfulltrúar og þar liggur munurinn. Þess vegna þurfum við ekki á þessum lið að halda. Þingmenn þurfa þess aftur á móti. Þetta mikilvægt fyrir lýðræðið á Alþingi en þetta breytir engu fyrir lýðræðið í borgarstjórn. Það borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari og veitir andsvar borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka hamingjóskir í minn garð. Varðandi þessa umræðu, þá augljóslega var ég ekki nógu skýr þegar ég var að tala um meirihlutann og minnihlutann. Prinsippið, það sem ég var að tala um að það eigi mögulega að geta legið í því að það þurfi mitt ekki aukinn meirihluta til þess að mál séu sett inn með afbrigðum ef eitthvað svona kemur upp á, var pælingin. En það í rauninni algjört aukaatriði í þessu öllu saman, þannig að ég hugsa að ræða það ekkert mikið meir ef ég var misskilin og biðst afsökunar á því. Það þetta alveg pæling, þetta með aðkomu minnhlutans til þess að bregðast við því sem kemur upp á og með við meirhlutann og svoleiðis, en það svo mikið aukaatriði að ég hef enga þörf fyrir að ræða mikið meir. Hins vegar þykir mér svolítið áhugavert að ég hef ekki enn heyrt neinar pælingar eða nein rök varðandi það sem var aðal forsenda þessari tillögu minnar að við sem málstofa erum ekkert að standa okkur í að vera þessi beina tengilið og vera einhvern veginn aðgengileg í okkar skoðanaskiptum varðandi almenning og fjölmiðla sérstaklega. Og þess vegna var svona mikilvægt að stóð í tillögunni að þetta alltaf í byrjun borgarstjórnarfundar í korter 20 mínútur eða hvað svo sem við myndum ákveða með það, til þess að allir í Reykjavík myndu vita að fyrsta korterinn 20 mínútur, annaðhvort þriðjudag klukkan 2, þá er verið að takast á svona snaggalegan hátt sem að allir með að bara tala í 2 mínútur max eða eitthvað, og ég held að það myndi gera bara ofboðslega mikið fyrir okkur og koma því áleiðis það sem við erum bara að gera hér og erum að takast á alla daga. Það alveg rétt að við höfum leyfi til að tala nánast allt undir fundargerðum og slíkt, en við vitum líka ofta að þá er klukkan orðin 9. Við vitum alveg að þetta bara fellur niður. Þannig að ég algjörlega sammála því og ég held að enginn í þessu umræðu hafi verið að halda fram að þetta var eitthvað tæknilega ómögulegt. Þessi tillaga sneri að gera þetta bara aðeins betra og aðgengilegra. Takk. Og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá er andsvörin lokið og þá ekki fleiri hvart sér hljós undir þessum dagskrárlið. Við þurfum að bera upp annarlega fundargerð forsætisnefndar frá 1. apríl. Þá leggur forseti til að við samþykkjum það að vísa samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar til síðari umræðu. Þeir sem að samþykkja það vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá sýnist mér ekki fleira liggja fyrir á þessum fundi. Og segi honum slitið 5 mínútur í 5. Ég segi takk fyrir og góða ferð og ég segi takk fyrir að kjósa Reykjavík.